Góðan daginn. Ég heiti Ásdís Sunneva Magnúsdóttir og starfa hjá Umhverfisstofnun og mig langar að bjóða ykkur velkomin hérna í Umhverfisvarpið. Markmið Umhverfisvarpsins er að auka þekkingu á verkefnum Umhverfisstofnunar, auka umhverfisvitund í samfélaginu, auka gagnsæi, auka aðgengi að sérfræðingum og halda fjarfundamenningu á lofti. Og í dag þá mun Birgitta Stefánsdóttir fjalla grænþvott og ég býð henni bara að taka orðið. Takk fyrir, Birgitta. Takk. Heyrist ekki örugglega í mér. Jú, það heyrist í þér, Birgitta. Já, takk. Já, ég heiti Birgitta Stefánsdóttir og er sérfræðingur hjá teymi græns samfélags hjá Umhverfisstofnun og ég ætla aðeins að spjalla við ykkur í dag hvað grænþvottur. Bara svona aðeins af hverju við ætlum að tala það í dag, þá fengum við fyrirspurn frá Amtbókasafninu að fara yfir þetta málefni, reyndar á Akureyri en út af COVID og öðru þá ákveðum við að setja það inn í þetta verkefni hjá okkur sem er umhverfisvarpið. Þannig að ef við vindum okkur bara í þetta, þá kannski áður en að við förum að tala hvað grænþvottur er og hvernig við getum barist gegn honum, þá er gott að velta fyrir sér af hverju grænþvottur er til. Hvað græða fyrirtæki á því að stunda grænþvott? Og svarið því er kannski ekkert einfalt og tengist því svolítið að umhverfismál og grænn lífstíl eru stækkandi trend í samfélaginu og það er einfaldlega meira og meira í tísku að stunda eða halda maður stundi grænan lífstíl. Þannig að strax og umhverfismálin verða í tísku þá verður til hagur hjá fyrirtækjum í að taka þátt í þróuninni og hoppa á vagninn bara til að vera ekki út undan í samkeppni við önnur fyrirtæki. Og þarna er í rauninni svona hvatinn til grænþvotts verður hann til, bæði vísvitandi grænþvotts og óviljandi. Þannig að ef við höldum svo áfram og skoðum aðeins hvað grænþvottur er, þá er ekki til en skilgreining á því svona í lögum eða í regluverki sem er svolítið erfitt að maður vinnur í stjórnsýslu því þá vill maður helst að allt sé skilgreint í lögum ef maður ætlar að tala það annað borð. En það má segja að grænþvottur sé að þegar fyrirtæki setja fram rangar eða villandi upplýsingar umhverfiságæti eigin vöru. Fór ég alltaf að hugsa vantar glærurnar mínar. Það er mér að kenna. Núna er þetta kannski komið, það ekki? Já, þið voru ekki búin að missa neinu, ég var komin hingað. Að grænþvottur er að þegar fyrirtæki setur fram rangar eða villandi upplýsingar umhverfiságæti eigin vöru. Grænþvottur er græn markaðssetning sem gefur til kynna að frammistaða seljandans sé betri eða ágæti vörunar eða þjónustunar meira frá sjónarhorni sjálfbæra þróunar en endilega innistæðir fyrir. Þannig að þetta er svona að það er verið að segja eitthvað sé grænt eða umhverfisvænt og það er kannski ekkert endilegt að bakka það upp. Grænþvottur er náttúrulega mjög neikvætt hlaðið orð og svona í sinni skýrustu birtingarmynd þá er þetta vissulega fyrirtæki sem vill blekkja neytendur. Það er að segja með innbættan brotavilja, en það er samt bara alls ekki og yfirleitt ekki alveg svona svart á hvítu. Að fyrirtæki geta verið uppi sem grænþvott bæði vísvitandi og óviljandi. Og það fer líka svolítið eftir bara þekkingu í samfélaginu og stöðu neytenda hvort grænþvott sé að ræða það ekki. Það er með öðrum orðum bara mjög stór grá svæði þegar kemur að grænþvotti og það er bara oft mjög erfitt að svara því já eða nei hvort eitthvað sé grænþvottur eða ekki. En ein leið til að tala og skilgreina grænþvott sem ég ætla að nota í þessari kynningu eru þessar 7 algengustu syndir grænþvotts sem við sjá hérna á glærunni og þær eru dulinn fórnarkostnaður, skortur á sönnunum, óræð skilaboð, upplýsingar sem skipta ekki máli, skárra af tvennu illu, ósannsögli og falskar merkingar. Og ég ætla að ræða aðeins hverja birtingarmynd fyrir sig, bara svona aðeins til að gefa betra yfirlit yfir hvernig grænþvottur getur komið fram.
Þannig að við byrjum bara á fyrstu sendinni, eða fyrstu birtingarmyndinni, sem dulinn fórnarkostnaður. Þá dulinn fórnarkostnaður það að fyrirtæki básúni einhverjum einum umhverfisþætti, þar sem þeir standa sig kannski vel, en taka ekki eða tala ekki aðra umhverfisþætti sem eru kannski mun stærri og hafa mun skaðlegri áhrif á umhverfið og náttúruna. Það þýðir ekki að upplýsingar sem settar fram séu endilega rangar, þær eru yfirleitt bara réttar, en þær fela kannski ekki í sér raunverulegan umhverfis- og samfélagskostnað framleiðslu og notkun vörunar. Og svona að fela það svolítið með að draga fram lítilvægari þætti. Heimatilbúin dæmi frá mér slíkt gæti verið til dæmis ísskápur sem markaðssettur sem loftslagsvænn út af því að nota lítið rafmagni eða sparneytin, en svo notast hann við gamla kælimiðla sem geta haft í för með sér losun á F-gösum. Og F-gös eru lofttegundir sem hafa margfalt skaðlegri áhrif á loftslagið heldur en koltvísýringur. Þannig þá kannski verið að fela þetta með að markaðssetja sem loftslagsvænan bara út af því að nota litla orku. Annað dæmi svona í tilefni plastlaus september getur verið að markaðssetja margfalda bómullapoka sem plastlausa lausn sem þeir vissulega eru, án þess kannski að tala umhverfisáhrifin í allir framleiðslunni á pokanum, ef við byrjum að samið plastpoka, og líka bara hversu miklu máli skiptir hvað við eigum marga poka og hver líftími pokans upp á því að lágmarka umhverfisáhrifin með að nota hverja vöru oft. Þannig að þetta svona fyrsta birtingarmyndin sem við sjáum alveg reglulega. Ef við höldum áfram með birtingarmynd númer 2 sem þá skortur á sönnunum, þá það alveg frekar algengt í grænþvotti og kannski bara almennt að vissu leyti algengt í auglýsingaefni. Og svona yfirlýsingar þær geta alveg verið réttar, en það bara engin leið fyrir okkur sem neytendur að sannrana þær á neinn hátt og það ekkert á vörunni sem gefur til kynna að það sé einhver annar en bara fyrirtækið sem búið að taka út af staðhæfingin sé sönn. Þannig að við getum alveg ákveðið bara að treysta þessi fyrirtæki segir, og oft náttúrulega fyrirtæki bara að segja satt og rétt frá. En við verðum samt að vera gagnrýnin svolítið og hugsa hvaðan upplýsingarnar koma. Og dæmi þetta eins og við sjáum oft á vörum að eitthvað innihaldi 60% endurunnið plast eða svona mikið prósent að hinu og þessu, að það líklega alveg satt, en við getum í rauninni ekki tekið vöruna og komist að niðurstöðu hvort að fullyrðingin sé sönn eða ekki. Önnur mjög góð heimatilbúin dæmi sem ég bjó til að það stendur engir órangútar tindil í því framleiðslu á þessu kremi. Þú getur í rauninni ekkert rannsakað, þú getur ekki komist að neinni niðurstöðu það. Þannig að það þarna svona skortur á sönnunum eða það þarf að vera eitthvað til að bakka þetta upp. Þriðja birtingarmyndin óræð skilaboð og þetta birtingarmynd sem við sjáum mjög oft og kannski segir sér svolítið sjálft hvað í henni felst. Þetta til dæmis þegar fyrirtæki að nota orð sem eru frekar almenn og hafa mjög óljósa breiða merkingu og þar leiðandi auðvelt að bæði mistúlka og oftúlka. Og hérlendis þá við ofta að sjá til dæmis að orð eins og grænt, umhverfisvænt, sjálfbært, náttúrulegt, vistvænt og svo framvegis notað bara í markaðssetningu á alls konar vöru og þjónustu. Og þarna kannski það sem skiptir mestu máli að neytendur séu gagnrýnir og spyrji sig bara spurninga til dæmis hvað þýðir að rúsínur séu 100% náttúrulegar til dæmis. Og logoið hérna neðst í hægra horninu var til dæmis logo sem ég hef séð á rúsinum. Eru þá til ónáttúrulega rúsinur eða hvað ertu að reyna að segja mér? Eða að krem innihaldi 90% náttúrulega efni, hvað eru þá hinn 10%? Og eins betra fyrir mig að það séu náttúrulega efni, þar sem að það alls konar efni eins og arsenik og kvikasilfur sem eru náttúrulega en við viljum ekkert endilega kannski hafa þau í kremin okkar. Og samaskapi getur máling raunverulega haft engin áhrif á jörðina, það bara mögulegt? Hvað þýðir eco-friendly? Bara við þurfum að setja spurningamerki við þessar upplýsingar sem verið að mata okkur af. Þannig að þetta svona mjög algengt að sjá þetta og í rauninni bara svolítið á okkur þarna að spyrja þessara spurninga. Í fjórða syndin sem við ætlum að tala eru upplýsingar sem skipta ekki máli. Þarna verið að lýsa ykkur yfir sem satt en það skiptir kannski ekkert í máli þegar verið að velja umhverfisvænar vörur eða bara einhvern veginn ekki relevant. Og þau lýsa ykkur sem áörugglega við rök að styðjast en málinu kannski bara óviðkomandi. Þannig að yfirlýsingarnar að undirstrikast stundum bara að fyrirtækin séu að fylgja lágmarkslögum.
sem á ekki vera einhver markasetning á, bara þú þarft að gera þetta, til dæmis lög efnainnihald. Og þannig kannski oft verið að nota bara vinsæla frasa til að markasetja vöruna eins og hún sé betri en vara sem ekki með þessum frasa. Það kannski best að útskýra þetta líka með dæmum. Þannig getum við til dæmis verið að skoða úðabrúsa sem markasettir sem CFC-free, að þeir skaði ekki ósonlagið, en það hvað sem búið að banna CFC. Getur verið vara sem stendur og inniheldur ekki bisphenol A, en það kannski vara sem almennt aldrei nota bisphenol A í til að byrja með. Og svona, já, heimskulegt dæmi, ljósritunarpappír sem inniheldur ekkert plast. Ég skil ekki hvernig hann ætti að innihalda plast, eða hvenær hefur ljósritunarpappír nokkuð tímann innihaldið plast. Þannig að þetta svona yfirlýsingar sem í rauninni bara einhvern veginn óþarfar og bæta engu við, þannig séð. Fimmta birtingarmyndin sem ég ætla að tala var skárra af tvennu illum, sem ein gerð grænþvottar, sem að markasetja kannski vöru sem betri umhverfislegu tilliti þegar vöruflokkurinn í heild sinni raunverulega mjög óumhverfisvænn. Og þetta er kannski ekki eitthvað sem við sjáum oft, en kannski bara alltaf að minnast á þetta. Og svo dæmi sem þetta þú ætlum eins lífræna sígarettur, raunverulega betra fyrir heilsuna að reykja lífræna sígarettur. Örugglega ekki, sígarettur bara skaðlegar fyrir heilsuna óháð því hvort það lífrænar eða ekki, eða umhverfisvænn illgresiseyðir. Þar getur maður líka spurt sig ef að varan eyðir illgresi, getur hún þá verið umhverfisvæn? Hún þá ekki yfirleitt að draga úr líffræðileg fjölbreytni eða eitthvað að hafa einhver önnur slæm áhrif? Sjötta syndin svo ósannsögli eða bara að ljúga vísvitandi. Og það kannski ekki almennt mjög algengt þegar kemur á markaðssetningu, sérstaklega í ljósi þess að það auðvelt ofta að hrekja þessar yfirlýsingar og í raun að kæra þær. Og aftur til að berjast gegn ósannsögli mikilvægt að neytendur séu almennt bara krítískir á þær upplýsingar og leiti sannana fyrir því sem sett fram. Og þetta til dæmis kannski ein versta birtingarmyndin af þessu að segjast hafa umhverfisvottun sem að þú ert alls ekki með. Eða þú veist að segja að vara innihaldi ekki plast sem vissulega inniheldur plast, eða bara ljúga til kolefnisspor eða aðrar niðurstöður sem eiga að sýna fram á eitthvað. Þannig að þetta er náttúrulega mjög einbeittur brotavilji í þessari birtingarmynd. Sjöunda og síðasta syndin svo falskar merkingar og hún mjög tengd syndinni ótvíræð skilaboð, óræð skilaboð. Þarna gefið til kynna með orðum eða myndum að umhverfislegt ágæti vörunar hafi verið staðfest á óháðum þriðja aðila. Og þannig að þegar við erum að ræða falska merkingar þá erum við yfirleitt að vísa einhvers konar notkun á lógóum. Og það oft meira þess að lógóur hönnum með það markmið að líkjast þekktu merkjum og við erum líka að sjá bara svolítið sömu trend að fyrirtæki að búa til sín eigin lógó sem með einhverju laufblaði eða að sýna einhverju hringrás en rauninni bara lógó sem að fyrirtæki sjálft bjóð til og hannað og sett á vöruna sína. Fyrirtæki yfirleitt að nota svona merkingar eða lógó með óræðum skilaboðum, til dæmis með að setja eitthvað lógó og setja undir það sjálfbar vara eða grænn kostur eða eitthvað álíka. Og þarna aftur bara neytendur þurfa þarna svolítið að setja spurningamerki við þær upplýsingar sem verið að gefa þeim. Þannig að já, dæmin þú veist að þeir mikið að notast við eigin lógó eða notast við lógó sem lík þekktum lógóum, bara eitthvað sem svipa til eitthvað sem að fólk þekkir. Brúnækjamálið kannski eitt svona stærsta grænþvottamál sem hefur komið upp og verið í umræðinu á Íslandi. En það kannski vandamálið að þar var til lógó sem að hafði verið bak við það reglugerð þar sem að það átti að óháður þriðji aðili átti að staðfesta notkun á þessu lógói en það var í rauninni aldrei gert, þessi staðfesting og svo í rauninni var líka tíð til viðbótar var í rauninni reglugerðin fallin, hún var búið að fella hann niður en ennþá verið að nota lógóið þannig að það var í rauninni ekkert bak við lógóið og var það þessna orði í rauninni fölsk merking að það voru að gefa eitthvað til kynna án þess að það verið staðfest af óháðum þriðja aðila. Þannig að þetta voru svona þessar 7 syndir eða 7 birtingarmyndir sem hægt að skoða grænþvott í gegnum þessi gleraugu, þannig að þetta líta aðra hliða líka. Og einmitt að þessu sögðu þá grænþvottur alls ekki bara þannig að fyrirtæki sé að setja fram upplýsingar sem óræðar, villandi eða vittlausar. Grænþvottur getur líka átt uppruna sinn hjá neytendum og það í raun að neytendur skilji eða upplifi skilaboð á ákveðinn hátt. Og til dæmis og dæmi sem við hefum notað svolítið í Umhverfisstofnun þá þessi WVF panda sem að finna á ákveðnum vörum
Og það að hún sé á okkur vöru, það þýðir eitthvað ákveðið, en fólk heldur kannski að þýði eitthvað annað. Að merkið, ef þetta merki er á vöru, þá þýðir það að fyrirtækið sem ræðir hafi stutt við starf sjóðsins með fjárframlagi. En það hefur náttúrulega ekkert með að gera hvernig varan framleidd og þýðir alls ekki að það hafi eitthvað sérstaklega verið gætt að líffræðilegum fjölbreytileika í virðiskeiðunni, heldur það bara í rauninni þessi fjárhagslegu stuðningur sem að fyrirtækið hefur veitt þessum samtökum. Og Der gröne punkt annað dæmi sem þetta logoið númer 2. Það líka bara mjög gott merki, en það var upprunalega notað umbúðir sem báru úrvinnslugjald í Þýskalandi. Það byrjaði þannig og merkið náttúrulega svona myndmál þar sem við erum að sýna einhverja hringrás og vissulega vís í það, en það náttúrulega bara merki að umbúðirnar séu hluti af úrvinnslu og eða skilakerfi í framleiðslulandinu. Þannig að mætti kannski líka eins og við bara að við myndum nota merki úrvinnslusjóðs á íslenskum umbúðum. Þannig að merki segir okkur í besta falli að umbúðirnar séu endurvinnslulegar en ekkert vöruna sem inni í umbúðunum eða í rauninni hvort að umbúðirnar séu umhverfisvænni en einhverjar aðrar umbúðir. Græna skráargatið, ég vona að þið þekkið það bara flest. Það annað merki sem hefur bara mjög ákveðna og skilgreinda þýðingu og getur verið mjög gagnlegt fyrir neytendur og í rauninni bara ég hveti ykkur til að kynna ykkur hvað í rauninni merki stendur fyrir. En skráargatið opinbert merki sem finna má umbúðum matvara sem uppfylla ákveðin skilyrði varðandi samsetningu á næringarefnum. Þannig að markmiðið með merkinu að neytendur geta á einfaldan hátt valið hollari matvöru. En hins vegar, út af því að merkið grænt, þá geta neytendur og standa oft í þeirri meiningu að þetta tengist einhvern veginn umhverfismálum sem það gerir ekki, þó þetta sé bara mjög gott merki. Fjórða merkið á þessari mynd svo plastmerking, þess að upplýsa neytendur hvaða plastfjölliða notuð í umbúðum, í þessu tilfelli PVC-plast, en það segir okkur ekkert hvort það betri eða verri eða öðruvísi eða við getum ekki notað þetta í samanburði öðrum en bara að vita hvaða fjölliða í umbúðunum. Annað dæmi svona bara að maður þurfa að skilja hvað merkin standi fyrir. Þá Fairtrade sem bara ágætt merki sem þýðir siðgæðisvottun. Að þeir búnir að þróa nokkrar útgáfur á sínu merki og merkið, annars vegar Fairtrade merkið án þess að það sé þessi svarta hægra megin. Það þýðir í raun að öll varan sé siðgæðisvottuð. Á meðan Fairtrade með örinni þýðir að hluti af innihaldsefninu með siðgæðisvottaður. Og það náttúrulega heilmikill munur á þessu tvennu. Af því að í rauninni í siðgæðisvottun þar þarf ekki að vera meira en 20% af innihaldsefnum sem vottað. Þannig að maður getur tekið dæmi bara súkkulaðibitakökur þar sem að kakóið í súkkulaðinu siðgæðisvottað en ekki neinun hráefni sem eru notuð í kökuna. Þannig að þetta eitthvað svona sem að ef þú ert í búðinu og sér þetta tvennt, þá ertu kannski að gera mikið greinarmun á því, en það þýðir bara mjög ólíka hluti í rauninni, hvað stendur fyrir. Annað rauninni veganmerki, þau eru bara líka ágætt, sérstaklega fyrir fólk sem vegan, en það bara ekki samansmerki á milli þess að allt sem vegan sé betra fyrir umhverfið. Almennt náttúrulega vegan mataræði með lægra kolefnisspori, en það getur verið alls konar annað í vegan mataræði sem hefur neikvæð áhrif umhverfið, bara eins og notkun á sojapróteinum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það bara að maður skilji hvað þetta þýðir. Þetta þýðir bara að það séu engar dýraafurðir, en það þýðir ekkert endilega að það sé betra að vera fyrir umhverfið en einhver annað sem múst að nota til samanburðar. Þannig að já, það alls konar bara, við þurfum að auka skilning og þekkingu hjá neytendum til þess í rauninni að þessi merkjafrumskór það sé hægt að rata í gegnum hann í rauninni. En já, eftir að skoða svolítið þessar birtingamyndir og bara hvað grænþvottur og hvernig hann að birtast okkur sem neytendum, þá skulum við velta aðeins fyrir okkur hvað það sem að fyrirtæki mega raunverulega gera og hvað ekki. Mega fyrirtæki kannski bara gera það sem þau vilja og ábyrgðin algjörlega á neytendum og ég myndi segja svona almennt þá bara ótrúlega margt sem fyrirtæki mega gera, bara eins og þetta sem kannski algengast að nota orðið grænt og sjálfbært og umhverfisvænt og eigi lógó með laufblóðum og blómi og einhverju hringrás og það má alveg. En það samt sumt sem má ekki, að það alveg til staðar regluverk sem á að vernda neytendur og gera fyrirtæki ábyrg fyrir því að setja fram réttar upplýsingar sína vöru. Og þetta lög 57/2005 eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.
Lögin taka ekkert endilega sérstaklega á grænþvotti en þau eru þar samt þess eðlis að geta bannað markaðssetningu sem talin blekkja neytendur. Og þar kemur líka fram skýr krafa að fyrirtæki geti fært sönnur á þeim upplýsingum sem þau setja fram. Þetta náttúrulega mjög mikilvægt ef við eigum að berjast gegn grænþvotti eða sé til regluverk sem getur aðstoða okkur í því. Og hérna eru dæmi bara greinar sem eru settar fram í þessum lögum. Þannig erum við að tala annars vegar að geta fært sönnur á er mjög mikilvægt og hins vegar að viðskiptahættir sem eru villandi, eða að viðskiptahættir eru villandi eða eru líklegir til að blekkja neytendur eða eru í raun að veita rangar upplýsingar. Þannig að þetta eitt svona kerfi sem við eigum að geta nota til að vernda okkur við svona versta grænþvottinum. Annað sem má ekki, það að nota orðið lífrænt án þess að innistæða sig fyrir því. Að það er til reglugerð lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara sem byggir bara á regluverki Evrópusambandsins lífræna ræktun og þar kemur mjög skýrt fram að það bannað að nota þessi orð, lífrænt, organic, bio, ekológisk, ökológisk, biológisk. Ég sett hann inn finnska luonnonmukainen. Það bannað að nota þessi orð nema að vörurnar séu vottaðar af faggildri eftirlits- og vottunarstofun fyrir lífræna ræktun. Þannig að lífrænt í rauninni eitt af þeim fáum orðum sem raunverulega bannað að nota í markaðssetningu nema sé að ræða vörur sem raunverulega vottaðar. Þannig að ef þið sjáið vörur á markaði sem eru sagðar lífrænar en þær ekki með neinum lógóum, til dæmis hérna sjáið svona þessi algengustu lógó, þá ætti raun að tilkynna það bara til yfirvalda eða í rauninni til vottunarstofunar Tún líka. Og þeim getur líka séð á heimasíðu Tún þær vörur sem að íslenski framleiðendur hafa fengið vottun fyrir. Þannig að já, það mjög margt sem má en það nokkrir hlutir sem bannaðir. Og hvað getum við gert í þessu? Þess að hvernig eigum við að haga okkur og hvernig eigum við að koma í veg fyrir að sé bara verið að plata okkur svona dagsdaglega? Náttúrulega eitt af því sem við getum gert bara að vera virkir neytendur og eins og ég sagði áðan þá eru til þessi lög og Neytendastofa ber ábyrgð á að þessum lögum eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu sé fylgt. Og þau lög eiga náttúrulega meðal annars að geta vernda neytendur gegn grænþvotti. Þannig að já, það getur hver sem skilað inn athugasemd á heimasíðu Neytendastofunnar, bæði nafnlausum og með nafni. Þeir eru með hérna svona gagnagátt sem heitir rafrænt þjónustutorg og það hægt að setja athugasemdirnar inn þar. Og við getum notað þetta ef við sjáum markaðssetningu og auglýsingar sem við teljum að sé vísvítandi verið að blekkja okkur eða vanti sönnun á fullyrðingum sem eru settar fram. Og þá á Neytendastofa að rannsaka málið frekar. Þannig að þetta eitt mikilvægt tól sem við höfum. Og svo annað sem við getum gert, það bara að þekkja þessi helstu áreiðanlegu merki á markaðnum. Og við þurfum kannski ekkert að þekkja neitt svakalega mörg. Við segjum oft Umhverfisstofnun að þurfa að þekkja svona sirka 4. Og það svona kannski þessi helstu áreiðanlegu umhverfismerki af típu 1 sem við sjáum á íslensku markaði. Það annars vegar svanurinn sem hérna, ég vona að ég þekki hann öll, og hins vegar Evrópublómið. Þetta annars vegar umhverfismerki hérna Norrænu ráðherranefndarinnar, eða var stofnað Norrænu ráðherranefndinni og hins vegar umhverfismerki Evrópusambandsins. Og svo 2 merki fyrir lífræna ræktun, annars vegar hérna Evrópulaufið sem merki Evrópusambandsins fyrir lífræna ræktun og hins vegar merki hjá vottunarstofunni Tún. Þannig að við þekkjum þessi 4 þá svona komumst við alveg frekar langt. Þannig að svona almennt eins og þegar ég að versla þá leita ég eftir þessum merkjum og setja eiginlega bara spurningamerki við flest önnur merki sem ég sé. Að því sögðu það náttúrulega það mikilvægast að við getum gert fyrir umhverfið að versla ekki, þannig að við getum komið í veg fyrir það að við þurfum einhverja vöru, þá það náttúrulega miklu betra en að versla rétt, ef ég má orða það svoleiðis. Þannig að já, þetta var allt sem ég ætla að segja í dag og Ásdís ætlar að láta mig vita ef það komið einhverja spurningar, getum við tekið þær. Já, það má bara endilega senda okkur spurningar ef þær einhverjar. Það ekki nein spurning komin enn sem komið en við getum kannski beðið aðeins og séð hvort það komi eitthvað. Þú með einhverja spurningu? Já. Býttu nú við, hvað kannski svona uppáhalds varaðinn sem svansvottuð, Gitta?
Geggjuð spurning. Ég náttúrulega að vinna hjá Svaninum sko, þannig að ég mjög svona heila þegar svansvottun. Og nýjasta sem ég keypti sem var svansvottað var að ég var að prófa nýtt sjampó. Þannig ég keypti núna sjampó frá Sense. Það er alveg mjög stór vörulína sem með svansvottaðar vörur og þar get ég líka fengið áfyllingu, þannig að það passa líka svolítið inn í plastlaus september. Þannig að ég bara með einn brúsa og ég get samt skipt og tekið öðruvísi tegundar sjampói næst. Þannig að mér finnst það svona mjög skemmtilegt af því að mér finnst oft gott að svona skipta þess. Já, einmitt. Og það er svona nýja uppáhalds. Já. Ég var einmitt að fatta það daginn að það er komin, þú veist, það hefur kannski verið lengi, ég bara hafði ekki tekið eftir, en það er til svona svansvottaður naglalakkarhreinsir og ég hef búin að kaupa hann núna tvisvar og mér finnst hann bara vera miklu betri heldur en naglalakkarhreinsir sem ég notaði fyrir það. Þannig hann er ekki bara betri fyrir umhverfið, hann er líka bara almennt betri. En hérna er komin spurning, fyrir utan að auka skilning neytenda á þessum merkjafrumskogi eins og þú nefnir, hvað er annað hægt að gera? Er það grænþvottur þegar álver tala grænasta ál í heimi? Sko, mér finnst mjög líklegt að Neytendastofa hafi til og með skoðað þetta því að það hefur verið mjög mikil umræða þessar yfirlýsingar, en það er kannski sko að vissu leyti ekkert rosalega erfitt að sanna þessa fullyrðingu af því að þú ert að bera saman ál og ál. Þannig að strax og álframleiðslan er komin til Íslands þá getum við, og það eru til fullt af rannsóknum að þessi álvinnsla hefur miklu minna kolefnisspor en önnur álvinnsla. Þannig að sko, ég held að það sé alveg hægt að halda þessu fram og ég held að þetta myndi alveg halda vatni svona ef við myndum skoða þetta með tilliti til laga viðskiptahætti og markaðssetningu. En það er náttúrulega hefur verið svolítið vinna í gangi bara líka innan Evrópusambandsins að styrkja þessa löggjöf þannig að hún geti í rauninni tekið á bara aðeins svona breiðari hátt á þessum grænþvotti og það er kannski samt sérstaklega svona þessi merki, þú veist, þegar fyrirtæki að bæta við fullt af merkjum inn á markaðinn, bara Nestle á eitthvað merki sem að þýðir eitthvað og svo framvegis, sko. Þannig að það er svona verið að skoða þetta, en ég held líka bara eftir því sem, þú veist, þetta trend er bara að stækka og springa út, þá fáum við líka bara meiri dæmi, þannig að við erum alltaf að búa til í rauninni svona, hvað heitir það? Bara inn í lagaumhverfinu eða inn í úrskurðarkerfinu og svo framvegis hjá Neytendastofu þá er að verða til dæmi þannig að við sjáum í rauninni hvað má og hvað ekki, svolítið svoleiðis. Þannig að já, það er kannski hægt að gera eitthvað annað en það er kannski svona innan þessara ramma sem ég er búin að kynna er kannski hægt að gera eitthvað betur. Gitta, viltu kannski hægt að deila skjánum svo við sjáum þig og svo er ég með aðra spurningu fyrir þig. Gunnar hérna spyr af hverju er ekki fleiri íslenska vörur með umhverfis- og lífrænar vottanir? Ég hef heyrt að mörgum minni fyrirtækjum eða innan svega minni fyrirtækjum finnst það of flókið og of dýrt að sækja vottun. Já, það er bara, þú veist, maður svarar svolítið sjálfur, það getur verið mjög flókið og mjög dýrt að sækja svona vottanir. Lífræna vottunin hefur líka bara verið ákveðið vandamál þar með sko undan þá frá Evrópusambandslöggjöfinni af því að eins og lönd hafa verið að innleiða lífræna vottun þá búa þeir til í innleiðingarferlinu ákveðin ramma fyrir sitt land sem er samt svona innan þess ramma sem Evrópusambandið setur en það er svona pínu sér ákveði. Og þetta hefur verið svolítið bras fyrir Ísland og ég get ekki alveg svara fyrir þannig, ég get ímyndað mér að það sé ennþá flóknara sko þegar þú ert í EES en ekki innan ESB. En svo náttúrulega hitt að þetta getur verið dýrt og flókið og allt það og ég náttúrulega veit bara út frá Svaninum en þar reyndar erum við með svona afslátt fyrir minni fyrirtæki. En þar aftur kemur á móti sko að framleiðslan á vörum á Íslandi er bara mjög lítil. Þú veist, það er mjög lítið af vörum sem verið að framleiða hér. Þannig að eins og í Svaninum þá erum við að sjá bara mjög mikla aukningu innan þjónustugeirans og núna nýjasta innan byggingageirans en það eru bara fá fyrirtæki sem eru með einhverjar stórar framleiðslulínur sem að gætu fengið vottun í rauninni. Þannig að það er líka eina af ástæðunum held ég. En svo náttúrulega líka mikið af þessum kerfum er búið að skilgreina sem er kallað SMEs, Small and Medium Enterprises og sko íslensk fyrirtæki sem halda við passin í þann ramma er rauninni sko extremely small enterprises svona innan Evrópusambandsins þannig að auðvitað bara þurfum við kannski líka að skoða bara fleiri leiðir til að komast til móts við þessa pínu litlu aðila sko. Einmitt. Ég sé með aðra spurningu hérna. Hvernig er best að auka skilning neytenda á merkjunum? Er hægt að búast við að neytendur rannsaki öll logo sem birtast á vörunum sem þeir kaupa? Já, þetta er kannski það sem ég var að enda á að segja, bara ekki rannsaka öll logo og þú veist,
Þetta á ekki að vera svona flókið, það ógeðslega erfitt að vera neytandi, en bara þekki þessi 4 logo og allt annað bara, þú veist, ég ekki að meina að ég setja spurningamerki við það eins og þið þurfið að rannsaka alveg til bara alveg í grunninn, heldur bara þá að ekki allan gera ráð fyrir að þessi vara sé betri en vara við hliðina, það kannski meira það sko. Þannig að, já, en svo náttúrulega líka bara erfitt hvernig þú nærð upplýsingum til neytanda. En eins og við höfum svolítið horft á þetta, þá þurfum við bara að berja svolítið á þessum fáu merkjum sem eru áreiðanleg og svo rauninni bara svolítið að, já, að ekki að trúa neinum öðrum merkjum. En það náttúrulega líka bara með, þú veist, viðburðum eins og þessu eða, já, við erum náttúrulega bara að gera meira til að tala þetta. Algjörlega, og bara svona með aukinni umræðu þá náttúrulega kemur betri skilningur. Fyrir nokkrum áratugum síðan þá var engin skilningur á næringarinnihaldi matvara og núna í dag það náttúrulega komið á miklu betri stað bara með auknu samtali og fræðslu og merkingum og svona. Þannig vonandi fyrir þetta bara sömu leið. Algjörlega. Eru einhverjar fleiri spurningar? Ef svo þá megið þið þarna senda þær inn, en annars leyfi ég, hérna akkurat að koma spurning. Hún Tinna spyr, nú eru margar vörur að nota bambus í vörum sínum. Er það samt alltaf umhverfisvænna? Þá heldur en líklega plast kannski. Það eru bambus, tannburstar og ýmislegt svona. Já, ég þarf að passa með það sem ég segi í plastlaus september. En þú veist, almennt plast bara mjög fínt ef þú ætlar að nota eitthvað lengi. Þannig að mér finnst það kannski vera svolítið, þú veist, bambus ekkert endilega betri en plast ef þú ætlar hvað sem að nota þessa vöru í 5 ár eða 10 ár eða eitthvað, eins og hárbustar. Þú veist, þá sé ég ekkert alveg tilgangin í að skipta út plasti fyrir bambus. Og svo náttúrulega hitt sem kannski með það í vissum tilfellum hægt að setja það bara í moltugerð bambusinn, þú veist, að þú getur tekið eitthvað í sundur og þannig. Og þarlendi þá það náttúrulega jákvæðara kannski en plast upp á það að það brotnar niður. En náttúrulega ef plast fer í góðan endurvinnslufarveg þá það aftur kannski orðið alveg jafn gott. Þannig að þetta bara með þetta og sérstaklega í plastumræðinni bara rosalega erfitt og maður ætti eiginlega svolítið að fara varlega það að skipta út öllu plasti sem maður með yfir eitthvað annað því að maður veit ekkert hvort að hitt eitthvað betra og sérstaklega í framleiðslunni af því það líka sem kom inn á með pókana ef þú skoðar lífsferli á okkur póka og sérstaklega út frá loftslagsmálum þá plastpókin bara langt besta lausnin af því að líka því hann brotnar ekki niður af því að vandamál með plast að það endi í hafinu og það hafa mjög neikvæð áhrif þar en ef það endar ekki þar þá rauninni framleiðslan á því með miklu lægra kolefnisspor en eiginlega allar aðrar sambærilegar vörur. Þannig að þetta rosalega svona flókið og svolítið ég hef sagt allar með plastið það best bara að taka út það sem fullkomlega óþarfi og bara ekki setja neitt inn í staðinn nema einmitt ef þú ert að skipta út einnota yfir í margnota þá það náttúrulega mjög jákvætt en bara annars bara að taka út óþarfa drasl sko. Þannig að já, nei, bambus ekkert endilega alltaf betri en það náttúrulega svona reyndar einn punktur þar að plast náttúrulega framleitt úr olíu og ef við ætlum að minnka hversu háð olíu við erum þá þurfum við náttúrulega líka að draga úr plastnotkun en eins og þá plast framleitt úr aukaafurð í olíuframleiðslu en svona ef við myndum svona hafa óskastöðu þar sem olíuframleiðslan bara að minnka í heiminum þá þyrfti plastframleiðslan að minnka í leiðinni. Þannig já, þetta svona 100 hliðar í rauninni og maður þarf alltaf að hugsa þetta, ég held að það sé bara svona hugsunarháttur sem okkur vantar, bara þessi lífsferill, við getum ekki bara að hugsa eitthvað þar sem við sitjum inn í þessu herbyggi í dag, við erum að hugsa allt sem farið inn í þetta og allt sem að fara að gerast eftir að losa mig við þetta. Algjörlega. Hér einmitt önnur spurning sem að tengist smá lífsferlinum og það Kristbjörg sem að spyr ef merki á vörum segja til umbúðir hennar eins og FSC, skógarvottun eða á mjólkufernu til dæmis, myndi það flokka sem grænþvottur? Nei, sko FSC-vottunin bara mjög góð, þú þarft bara að vita hvað hún þýðir. Þú veist, það betra að það sé ykkur búin að taka út hvaðan tréð kemur sem fór inn í pappirsframleiðsluna en að það sé enginn búin að taka út. Þannig að FSC miklu betra en að það sé ekki neitt. Þannig ég myndi segja nei, alls ekki. Bara FSC-vottunin á mjólkurferðinum alls ekki grænþvottur. En þú þarft bara að vita, þú veist, það tengist ekki kolefnissporinu, það tengist ekki hvað í mjólkinni, það tengist uppruna skógarins og það mjög jákvætt að það sé ykkur óhæður aðalið búin að taka það út. Algjörlega. Eru einhverja fleiri spurningar? Þá megið þið vera svona, þá megið þið senda þær inn.
Þetta fer svona um víðan völl, en þetta er náttúrulega líka í Plastlausum september, alls konar svona plasttengdar spurningar og náttúrulega tengist alveg. Algjörlega. Já, ég sé ekki neinar nýjar spurningar koma inn. Það er bara líka að hvetja ykkur til að skoða heimasíðuna ust.is og líka bara þið getið senda okkur spurningar eða þið eruð að spá eitthvað. Eða bara kvarta Neytendastofu eða sjóða eitthvað sem þarf að skoða. Herðu, jú, það kom ein spurningin hérna frá Kormáki. Hvað með vottanar á kolefnishlutleysi? Er það grænþvottur þegar fyrirtæki tala að þau séu kolefnishlutlaus? Ásdís, vilt þú svara þessari spurningu? Já, ég get... Já og nei. Það er náttúrulega bara vandamál með kolefnishlutleysi er hvernig þú ætlar að skilgreina. Það er rauninni grundvallar vandamál með kolefnishlutleysi og þú getur skilgreint það svolítið eins og þú vilt og það er ekki einmitt eins og grænþvottur skilgreint í lögum. En annað en grænþvottur þá ætti kolefnishlutleysi kannski vera skilgreint í lögum, á meðan grænþvottur þarf kannski ekkert að vera skilgreindur í lögum. Þannig að þú veist hvort það þýðir að þú hafir eitthvað dregið úr losun eða hvort þú ert bara að borga einhverjum fyrir að kolefnisjafna, þú veist, við vitum ekkert það. Þannig að það myndi örugglega standast skoðun ef að Neytendastofa myndi skoða út af því að þú getur fært sönnunir fyrir nákvæmlega hvað þú varst að meina með þessari fullyrðingu, en ef þú segir bara fullyrðinguna þá náttúrulega þýðir hún eins og fyrir mig bara ekki neitt. Þú veist, ég set 70 spurningamerki. Hún getur þýtt svo marga mismunandi hluti og þegar það er verið að tala kolefnishlutleysi þá er almennt átt við að fyrirtæki sé búið að mæla losun sem að verða til vegna framleiðslu vörunnar og það er hægt að mæla það í ákveðnum umföngum og það er svona venjulega að tala umfang 1, 2 og 3 eða scope 1, 2 og 3 ef þið viljið lesa ykkur til þetta á netinu og þú getur sagt að þú sért kolefnishlutlaus í umfangi 1 en þú hefur ekkert tekið til greina umfang 2 og 3 og svona samkvæmt minni sannfæringu þá er það ekki raunverulegt kolefnishlutleysi ef þú tekur bara til greina umfang 1. Það er núna vinna í gangi við það að skilgreina kolefnishlutleysi fyrir Ísland eða hvernig við ætlum að líta á þetta og vonandi kemur svo skilgreining bara sem fyrst. Það eru margir sem að bíða svona spenntir eftir að fá þessa skilgreiningu í hendina því að það mun svona auðvelda bæði fyrirtækjum og stjórnsýslunni að vinna þessa loftslagsvinnu vel. Þannig að það kemur bara vonandi vonbráðar. Ég er svona almennt með kolefnishlutleysi, þá velj ég til dæmis ekki að skipta við fyrirtæki sem segjast hafa verið kolefnishlutlaus umfram einhver önnur, þú veist. Það hefur ekki áhrif á mitt val sem neytanda út af því að þú veist, ég þarf bara að fá miklu meiri upplýsingar ef ég ætla að taka tillit til þess í einhverja ákvarðanatöku hjá mér. Það er minnst líka að þú getur eitthvað keypt þig út úr því í rauninni. Það er svolítið vandamál, eða mér finnst það vera svolítið vandamál. Já, en ég samt ég vil ekki að fólk haldi að það sé endilega slæmt þegar að fyrirtæki segja þetta því að þá eru þau allavega að fara í þessa grunnvinnu við það að reyna að mæla þetta og þó að þau séu kannski bara núna að mæla umfang 1 og segja kolefnishlutleysi þó ég sé ekki persónulega hrifin af því að þeim svona frasa þá er ég samt mjög ánægð að sjá fyrirtæki taka þetta fara í þessa vinnu og taka þetta skref og byrja að pæla í þessu því það er svo ótrúlega mörg fyrirtæki sem gera það bara ekki neitt. Þannig að við viljum heldur ekki refsa fyrirtækjum sem eru að reyna að gera eitthvað þó þau séu ekki að gera það óaðfinnanlega til að byrja með. En þau mega kannski nota freka frasina að þau séu búin að kolefnisjafna frekar en að þau séu kolefnishlutlaus. Svona væri mín ábending. Einmitt. En já, það eru engar nýjar spurningar komnar hér en það má líka alltaf hafa samband við okkur ef þið eru með eitthvað sérstakar spurningar. Það er í gegnum Umhverfisstofnun. Geggjað. Ef ekki bara segja takk í dag. Jú, það ekki. Takk hérlega fyrir þetta, Gitta. Mjög skemmtilegur og fræðandi fyrirlestur. Takk sömuleiðis, Ásdís, fyrir góða fundastjórn. Og takk allir fyrir að hlusta. Já, takk fyrir.